Bjarni tapir nú mútið Haukum með 7. Þrátt fyrir það, þá hlýtur að vera bara stoltur af liðinu bara í Final Four. Já, ég ekki smá stoltur af þeim. Alltaf KA-leikurinn var algjörlega stórkostlegur og þetta var bara erfiður leikur. Þeir eru bara með frábært lið og voru bara verðskulda betri en við í dag. Voru Haukarnir of stór biti fyrir Írliði í dag? Ég veit það ekki, þú veist. Alltaf 20 myndi leikja á þeir eru líka með tölvöld breiðari hópa við, sko. Þannig að voru komað þarna nokkuð nýir. Spiluðu lítið í fyrirleiknum og voru alveg feskir, sko, en þeir eru klálega við að horfa á töfluna á erðinu og tölvöld betri en við. En fyrir mig þetta bara ómetanleg reynsla fyrir strákana. Ég bara ótrúlega þakklátur fyrir tækifæri og fara í gegnum þetta ferðalag með þeim. Við erum snemma í ferðalaginu okkar að byggja upp frábæra handboltadeild í ÍR og þetta var bara svona, bara, hvað maður segja, gott stoppi á þeirri vegferð, smá grófraun, og svo bara heldur vinnan áfram. Framundan gríðarlega mikilvægir leikir í deildinni. Hvernig horfir á IBF úti næst, svo Stjarnan, þetta er bara krúsíal leikir fyrir ykkur. Já, við bara leikjum kláruna í dag og förum svo bara að klára deildina. Þannig að við erum búin að spila fína handbolta eftir áramót og tökum mjög margt jákvætt út úr þessa helgi með okkur inn í bara þessa loka sprett. Þannig að Ég talaði við Bald, soninn fyrir leik. Hvernig lítur á meiðslin hans? Svona 3 dögum eftir KA-leikinn? Já, þetta er náttúrulega bara auðvitað blóðtaka fyrir okkur í svona spennubundnu leik. Hann er náttúrulega búinn að vera drillaður í miðjunni í allan vetur, sko. Kannski skýrði líka pínu högt á sóknleikinu fyrir áleik. En varðandi einhverja endurkomu í honum og svona, það er mjög ólíklegt. Hann er að fara í myndatöku bara á mánudaginn held ég. Við erum búin að fá alveg góða greiningu og þannig að mjög ólíklegt að hann spila eitthvað meira.